Ég ætla að halda aðeins áfram með Microsoft List verkværið í hérna Microsoft 365. Þetta er nefnilega frábært verkværi og að mínu viti vannýtt. Þannig að hér er ég búin að logga mig inn í Microsoft 365, ég smelli á valseðilinn hér, kalla fram listakerfið og ég smelli á uppskriftarlistan sem ég bjóð til í kennsluvídeói það hvernig hægt að setja saman lista. Nú, hér sjáum við listan, hann er frekar einfaldur, þetta eru reititin sem það er að fylla út og til þess að fylla út reit, til þess að setja nýja uppskrift inn í þetta kerfi, þá smelli ég hér á plúsin og fæ þá þetta form hér. Nú, það er komið nýr möguleiki inn í list og hann er hér undir linnum form til þess að gera svona smekklegri og skemmtilegri form sem er auðveldara að deila. Þannig að það er það sem ég ætla að gera. Ég ætla til að mynda að kalla eftir uppskriftum í kerfið frá samstarfsfólki. Þannig ég smelli hér á forms, smelli á new form til að búti nýtt form og skýri það bara skrá nýja uppskrift, má vera hvað sem er. Og þá fæ ég reitina sem eru í listanum. Ég get ákveðið að fela einhverja hluta vegna. Ég get líka endurraða þeim. Ef mér finnst að linkurinn ætti að vera hérna fyrir ofan, þá get ég gert það. Ég get farið hér í þema, þetta er svona frekar einfalt til þess að byrja með. Já, nú trúið því nú að Microsoft eftir að uppfæra þetta kerfi allhressilega svona smátt og smátt. Þema, ég get búið til minn eigin stíl, ég ætla ekki að eyða tíma í það og hér eru stillingarnar, hér er textin sem kemur þegar að einhver fyllir út formið og þá segir ég bara takk fyrir þessa frábæru uppskrift. Ok, þá er formið tilbúið, ég get smellt hér á plus til að bæta við nýjum reit og þá bætist hann við í listan. Ég ætla ekki að gera það núna. Jú, kannski ég gera það bara núna. Ég set bara single line og ég segi höfundur. Ég segi það verður að fylla þetta út. Hver er höfundurinn að uppskriftinni? Ok. Breytingar eru vist að sjálfkrafa. Síðan smelli ég hér á send form til þess að fá krækjuna. Þannig ég gerir copy link hérna og þá get ég send þessa krækju á alla í menntaskíunu, þetta á bara við þá sem eru inn í kerfinu og ég get opna nýjan glugga hérna og við getum séð hvernig þetta form lítur út. Miklu smekklera heldur en að gera þetta á gamla mátan. Þannig ég get lokað þessu, ég get hvenær sem náði þetta form, bara smetla hér á forms, þá það komið hér. Málið er að ég bætti við höfundur og ef þú skoðar þetta hérna þá sérðu það engin höfundur hér í þessu lista og þá fer ég hér í all items og ég skoða add or remove fields. Þá sé ég alla reitina, hér er höfundur í birtingu þannig að væntanlega ef ég gerir apply þá ætti hann að birtast allavega þegar ég seti nýtt efni. Alla frekari stillingar til að mynda ef þið vilji eyða reitum eru hér í list settings og það er vert að benda á það að þegar að þú gerir þetta þá hoppar þetta alltaf inn í SharePoint hlutan af því að list byggir algjörlega á bara listakerfinu í SharePoint þannig ég smelli hér bara á uppskriftir til að fara aftur tilbaka en allavega til að búti form þá er það hér og þetta eru miklu smekklegri og skemmtilegri form heldur en í innbyggða möguleikanum að spendla hér á new til þess að ekki það að sé eitthvað að þessu, hitt er bara skemmtilegra.